Já, velkomin á Frelsi TV í djúpköfun pælarana. Þar sem við köfum eftir pælperlum og piklum. Þetta er ekki að pikla. Erum við live? En ég býð velkomin stórmeistara stúkunar Guðjón Hreimberg. Velkomin. Ég gæti þurft að hlaupa út 10 mínútur eftir smá stund. Nú, sækja meðdelinn. Já, er eitthvað skrítin svipur á henni Sölku. Já, einmitt. Skrítin svipur á Sölku. Já, einmitt. Við sjáum hvernig það gengur bara. Já, nei, við erum nýbúin að vera úti, sko. En það Herru, Já. Ég ætla bara að byrja á því að hrósa þér þvílík meistara stykki sem flæða út channelina þína á YouTube, sko. Takk fyrir það. Þú ert nú sennilega einn af þeim fáu sem er að víkka gráðubógan hjá mér. Ok. Það er substantial. Já, það er þriðja vítin Merlin Dúlluna og Kennedy. Já, þetta er hrifin af því. Já, það er snilld. Takk fyrir það. Og Smoke Screen Analysis á ISIS er önnur snilli frá þér. Gerði ég það í vídeo eða ég held ég hefði gert það á Facebook? Nei, það var vídeo. Já, ég fór hérna í gegnum myndirnar, já. Ég mitt að reyta að spyrja mig efni vídeóan á Frelsi. I don't know. Já, það er ekki séns að ég trúi þessum þætti ekki lengur. Nei, þetta er svona mind opener pælingar, sko. Já. Og ég hafði aldrei ég var ekki búinn að sjá, ég held að þú sért spot on með þetta ISIS smokescreen, sko. Ég talaði það í enska myndbandinu sem ég gerði núna í gær. Og það er ekkert eðlilegt að einhverjir Malaysia-gaurar rúndu á Toyota-jeppum og það liggur bara allt í rúst eftir það. Það stemmir ekki, sko. Þú þarft bara að horfa á Black Hawk Down. Já, einmitt. Já, ég segir okkur ég er ekki búin að gera þetta löngu fyrir. Já, segðu mig það. Ég held þetta að vera svo augljóst. Ég hef aldrei keypt ISIS blekkinguna út af þessu. Alltaf verið skýrt í hausnum. Svo ákvað ég bara, ég ætla að gera vídeó um þetta. Já, einmitt. Eru það kannski að deila aftur? Ég gleymdi að setja linkin hana. Já, ok. En hann er komin inn núna alltaf. Byrjuðu að breyta, ég get sett hann inn hérna. Yes. Nei, þannig að þarna ertu alveg spot on. En ertu já, þetta ISIS dæmi og flóta hælisleitendina, hvað þið vilja kalla þetta í dag? Já, maður veit ekki hvað kalla þetta, það er sagt, sko, guðmund góður. En þegar ég keyrði heim á fimmtudaginn, þá tók ég fram úr trailer með risa skriðdreka á bakinu, pakkaðan í feluplast. Illa gert. Já, ég sá... Það er rosalega hernaðar uppbygging í Skandinavíu, sko. Þá í Svíþjóð líka? Það búið að vera heræfingar allt í kringum mig, sko. Já. Það situr í mér, sko. Þú ert búin að vera að hafa orðaður á því með Svíþjóð og Noreg að fólk sé alveg stjarft álitað. Algjörlega. En ég veit flesti pólverjar sem ég hitti svona ungir eru vakandi, sko. Já, ok. Eldri Það er náttúrulega ungir, já. Sofandi. Þú meina þeir sem eru aldrei upp í Sovjet? Nei, þeir sem eru svona 30-5 ár, sko. Já, það er fólk sem er alveg upp eftir að vöggurinn fellur, sko. Já. Það er svona merkilegt. Já, ég er bara að hugsa, sko, að sá sem er alveg upp í Sovjet og upplifir svo Vesturlöndin, hann fær tveggja heima sín. Já. Það hlýtur að vera svolítið öflugt, sko.
En ég þekki mann sem hefur mikinn áhuga á skandinavískri menningu og hann var lengi vel á þeirri skoðun að það væri mjög erfitt að dáleiða svona social engineera skandinavíska þjóðir. Ég var það, en það virðist vera að hafa heppnast allavega núna. En hvernig var það þá gert? Það bara gömlu meðulinn, propaganda og meitlun. Já. Ég meina flestir normenn sem ég tala við trúa á þessa rússagrílu til dæmis. Ok, já, það náttúrulega líka mjög gömul gríla, sko. Ég aðeins að slökkveðinu minnst eitthvað svo hægvirt netting. Það hægvirt þín megin kannski frekar en mín megin? Nei, en ertu búin að setja niður bandbreytina, barina við hliðina á settingstakkanum? Er það betra hjá mér þegar ég lækkaði neður? Ef þú ferði medium, þá átt að vera nokkuð góður, sko. Ég get bara valið low eða auto. Já, þá myndi ég fara í low, sko. Já, sjá það. Það komið í low. Yes. En já, þeir eru svolítið brainwashaðir sko. En hver er lykillinn að því, sko? Það þessi byltingar, falum, góm, er allt falum rautt, sko, eitthvað svona byltingalitir, sko. Sælasta liturinn í Svíþjóð. Og þeir lifa í einhverjum svona fransku byltingarinnar draumórum, sko. Þá Svíar? Já. Nú er búið að vera mikið af svona innflutningi á allra þjóða fólki í áratugi, sko. Já, því ekki, sko, þeir sem eru vel menntaðir, læknar eða tannlæknar eitthvað svoleiðis, þeir komast inn. En ef þú ert ekki menntaður eða menntuð, þá kemst ekkert inn í vinnuna eins staðar. Sem þýðir að þú færð inn í menninguna, sko, nú veistu mína skoðun á rasisma, en ég nenni ekki að fara út í svoleiðis pælingar. Nei. En ég þá skoðun að menningavitund hafa ákveðna festu. Ef þú blandar henni, sko, hvernig ég orða þetta, ef þú blandar menningu án þess að það sé hennar eigin vilji, þá veikiru undirstöður þeirra menningar. Já, maður sér í Svíþjóð að það kerfisbundi verið að það eiginlega hálfgert demosæti í gangi hérna, sko. Það þvílíkt svona ekki eignast böddæmi og þeir vilja, það virðist vera að New World Order hér, sem náttúrulega Wallenberg fjölskyldan og þetta lið, sko, þeir vilja bara eyða Svíum, sko. Þeir þola ekki sína eigin þjóð, einhvern veginn. Maður sér það allstaðar í social engineerinu, sko. Já. En normenn eru bara undir brutal force lögregluríki, sko. Ok. Ég hef aldrei kynnst normennum, sko. Ekki neitt svona sérstaklega. Mér finnst þeir bara að vera svona flöt útgáfa af Íslendingum, þeir sem ég hef kynnst. Gott fólk, sko. Já, mjög gott fólk, en það náttúrulega þessi stjórnmálaöfl eins og hún Gro Harlem Brundtland og hann Stoltenberg og svona svo típa liði, þeir bara nauðga norsku þjóðin eins og þeir sýnist, sko. Það náttúrulega módel sem nú beitt hérna heima á Íslandi líka. Það voru líka áttað á því að Svíþjóð og Noregur eru, ef þú lest norsku stjórnarskrána þá þú komin svona 70% í gegnum stjórnarskrána, þá farið þeir að tala borgara eða eitthvað annað en kónginn, sko. Sem bara svipað eins og hér. Já. Ég hef verið lesið í norsku stjórnarskrána. Aðeins gluggaði í hana, já. Er hún mjög ólík okkar lýðveldisins? Já, það töluvert annað lagalingó hér og í Svíþjóð, sko. Og hér eru fullkomin lögregluríki, sko. Lögreglan segir það gildir bara, skiptir engu máli hvað segir á móti, sko. Þú veist, þegar ég tala flatnesku þá ég við að svona dæmi eins og einn vinur minn sem bjó í Noregi í 1 eða 2 ár. Hann sagði þegar þú fyrst reikning og það var gjalddaginn var sem bara 3. Þá var ætlast til þess að þú færir í bankann þann 3. en ekki þann 4. Ef þú fórst þann 4. þá bara máttir þú búast við því að fá ekki að borga reikningin nema að fara til aðilann sem gaf hann út, sko.
Já, það er svona, já, það er nú reyndar, já, það er nú ekki alveg, það er margt sem virkar mjög vel í fjármálum hérna, sko. Eins og í Svíþjóð við erum að borga í dag, konan mín sem að kaupa húsið fyrir hrækamann á Íslandi, að hún er að borga 1,9% vexti á húsnæðisláninu, sko. Okay. Og það er engin verðtrygging og engin 1,9% vextir, that's it. Það koma engar aðra tölur fram á greiðsluseðlum heldur en það. Já, það er náttúrulega Svíar eru alveg svolítið sér á parti líka varðandi, sko með það, að því ég náttúrulega engar einslags, ekki neina. Með svona margt sem ég séð heyrt og þá hefur maður svona fengið á tilfinninguna að margt í sko sænsku skipulagi sé svolítið þýst í sér. Varðandi skilvirkni og slíkt, sko. Já, það er rosalega flottur infrastruktúrinn, sko, allir vegir, sko, allt svona. Nú ertu svona eiginlega hálfdottin út. Netið eitthvað fellega leiðilegt í dag? Ekkert kjaftaði svoleiðis mál. Þú ert eiginlega hálfdottin út. Það er ekkert kjaftaði. Nú ertu að koma inn. Nei. Nú ertu alveg farin út, alveg dottin út núna. Nú ég eitthvað smá. Þú ert ekki komin inn, ég held að vera að koma. Nú ertu alveg dottin út. En ég held að þetta sé þín megin, sko. Halló, heyrðu núna? Já, ég heyri þig núna. Ég endurræsti mixerinn og lokaði nokkrum gluggum. Já, nú sé ég þig líka, myndina var dottin út. Já, ég endurræsti myndavélina líka. Allt í einu pakka. Ég ætla að reyna samt að hafa Facebookinu opnað þannig að ég geti fylgst með vinum og vandamannum þar. Já, en hérna, byrju nú við. Ég gerði vídeó í nótt þar sem að ég var að halda því fram að Alex Jones, Jordan Maxwell og... Bíddu aðeins. Ég er bara góður, sko. Já, ég er ekkert góður en ég er góður. Já, það kom alltaf inn einhver músíkin. Heyrðurðu músíkina? Nei. Nei, hún kemur ekki það inn. Það er bara... Já, það er ekki hvað að segja. Ég heyrði ekki því hérna síðust setningu. Ég gerði myndband í nótt þar sem ég held ég fram að Alex Jones, Jordan Maxwell og Jesse Ventura sé allir miklarar. Já, ég hlusta á myndbandi, mjög gott. Takk fyrir það. Ég var ekkert að rökstæða þetta sérstaklega því að ég nefndi ekki. Þetta var aðalega bara svo í mynd eftir þessu. Já, einmitt. En hérna, það er svona eitt tæknilegt ráð þegar þú ert að gera þessar greiningar, þar eru það góðar hjá þér. Ég myndi leggja aðeins meira í vídeóin. Þú, eins og með smokescreenið með ISIS, þú ert gjörsamlega spot on, sko. Já, var það á íslensku? Nei, það var einsku held ég. Eða hvort það var á íslensku, ég er ekki viss, en sko, ég var til í að reyna, sko, ég vitna í þessi myndbönd hjá þér þegar ég er að tala. Já, ég segi, ég vitna í þessi myndbönd þegar ég er að... Já, lítið núna? Já, nei, ég heyri þér. Já, ég segi, ég hef verið að prómótera myndböndið þín, sko, en hérna, það væri betra ef þau væru örlítið meira kommersial, sko, til þess að geta selt þau, sko, eða fengið áhrif á þau, sko. Já, það er eitthvað sem ég kann ekki, sko. Jú, þú gerir það mjög vel, sko, reyndar þegar þú hefur verið með þessar skjásýringar og settið við tölvuna, þá er það mjög góð myndbönd, sko. Það er ekkert að þeim. En svona fara að gera eins og þú býrð alltaf til custom mynd á þetta?
vandar þig við sko titilinn? Já, ég reyndar bara að leita mynd eftir efnisorðinu sko og fæ hana svona lánaða. Já, mjög snjallt sko. Já. Ég hef svo lítinn áhuga á sko, þú veist, ég fylgist náttúrulega með traffík og er eitthvað að horfa á þetta eða ekki og þú veist, sumt sem ég setti bara fengið 4 eða 6 áhorf og annað 40 og það er gaman sko en þú veist, ég er ekkert að leita eftir því sko. Nei, einmitt, en það er eins og þetta er fræðsla sem að vert að koma út sko. Já. Það er eitthvað í mér sko sem að ég hef eitthvað beig af því að reyna að fága þetta eitthvað. Já. Þó ég sé búin að vera duglegur að tala og láta mig bera í 3-4 ár, þá ég er miklu viðkomari fyrir spjótum heldur en þú til dæmis. Já, einmitt. Nei, þetta er nú bara svona mitt pæl sko, þú verður náttúrulega að gera það sem þú ert að gera eins og þú vilt sko. Já. En og þú veist, það kemur líka inn í, sko, ég er ekki viðkvæmur fyrir því þá fólk skjóta á mig persónulega, mér er drullusam með það. Ég verð svo viðkvæmur fyrir hönd fávita að opinbera heimskur sína. Þú veist, ég finn svo til með þeim. Það er minn akkilsarhæll, sko. Ég vorkenni fólki sem hefur heilabú sem er turned off. Já, það er bara sorgin sem að verður að bera. Já. Þannig að, þú veist, á einhvern furðulegan hátt, þá líður mér svolítið vel með það að vera búin að, þú veist, ég horfa á eitthvað og bara, þú veist, eins og Kennedy og Monroe, ég hef ekkert verið að pæla í þessu. Þetta er bara allt í flögu í hausinn á mér, bara, heyrðu, er ekki til 3. útgáfan, hvernig myndi hún vera? Svo bara ákvað ég að kanna hana, hendinni frá mér, og leið ég búin að hendinni frá mér, þá átti ég mér nú eru konar 3 kenningar og mér finnst þær allar jafn lógískar. Já, þetta reyndar að opnaði svolítið, þú ert búin að vera að opna svolítið á þetta sem ég hef reyndar sagt áður, ég náttúrulega kallaði Alex Jones Bill Hicks í svolítinn tíma og allt það, en þú hefur verið töluvert mikið að opna þessa pælingu að það eru sko spinn, það eru svo mörg spinn í gangi sko. Já. Það er rétt þegar maður er búin að meðtaka eða dýboka 1 spinni að það bara heyrðu, þetta var bara 1 spinnið enn sko. Þannig að maður er alltaf að byrja aftur og aftur sko. Já, maður er týndur í stormi sko. Já, einmitt. En svo lendir maður í því sem ég er að lendi í sko, ég nenni ekki lengur að kíkja á rásetnar sem ég var að skoða fyrir árið síðan, ég bara nenni ekki. Nei. Það er bara ekkert þar sem það geta sagt mér. Það er að sama hjá mér, það hefur breyst mikið matarlistin á rásum sem maður er að horfa og ég til dæmis nenni valla að horfa á Infowars lengur sko. Nei, það er bara valla ég opna það. Ég fer stundum inn á Info, hún er allan ekki subscribe hjá mér lengur, en ég á það til að henda út úr subscribe listanum mínum og setja inn í hann aftur, bara upp á hvaða sjóndeildarhringi vil hafa hverju sinni. En ég fer stundum inn á Infowars, kannski einu sinni í mánuði bara og skanna yfir hvaða vídeó eru til, hvaða headlines eru þarna, upp á ef hann var að tala. Já. Ég er búinn að hugsa sjálfur. Og bara til aðtók hvort hann hafi dregið fram eitthvað sem ég vissi ekki. Já, ég er með Infowars subba hjá mér, þannig ég sé alltaf hvað er að pæla, en það hefur fækkað mjög mikið það sem ég nenni að skoða, því að já, það er svo það er svo einhliða áróður í gangi hjá þeim sko. Og fátt fína drætti sko. Ég hef eins og að droppa svolítið inn á RT. Já, ég geri það líka. Það er oft Crosstalk til dæmis, hann er oft með góða punkta þar. Já, hann er líka góður í því sko. Já, hann kann þetta vel sko. Já. Og hann er líka sko, hann fær gaura úr varnarmálaræðandi Bandarækjanna og gaura sem eru sko að broadcasta frösunum sko. Já, hann er mjög góður sko. Já, og þannig að en þess vegna, sko, ég sé allir responsið á Scandinavian Report að fólk er mjög þakklátt fyrir pælingana þar, af því við erum að gera í raun nýju hlutina sko. Já. Ertu búin að vera að gera vídeó, varst að gera vídeó í gær, sagði þér?
Já, ég gerði 3 vídeo í gær. Ok. Það er gaman hjá mér á eftir. Já, einmitt. Ég er nefnilega mjög spenntur fyrir Scandinavian Report. Mér finnst það mjög spennandi að hvað þú munt gera með þá rás. Já, ég mun halda áfram og já, þá var nú spurning hvort við hefðum átt að setja þetta á enska, en Já, við bara förum eftir flæðinu. ég þetta bara pældi ekki því, ég bara startaði þessu upp hérna. Já, þetta er ágætt, sko. Já, en ég hefði áhugaði að halda áfram með djúpkafarnar þar líka, sko. Já, mér finnst það spennandi byrjun og ég skal lofa því að vera ekki alltaf að fara út í Holocaust. Já, nei, ég er ekkert viðkvæmur fyrir því, sko, en maður aðeins átt að segja að það er annar áhorfandahópur þarna, sko. Já, ég var einmitt að meina það, sko. Já, en það gildir að sama mennskur á svona, ef það er einhverjum fávitar sem að það höndla ekki djúpköfun, þá geta þeir bara farið, mér er skýtsam. En ég er mjög spenntur fyrir því, sérstaklega því að sko undanfarna mánuði höfum við verið að koma með svona nýja vinkla. Já. Og ef ég get stutt við það sem þú ert að gera þar, þá er ég bara alveg bara game í það, sko. Já, ég vil nefnilega fá þig örlítið, ég vil hækka þess í þér, sko. Ok, takk fyrir það. Ég vil aðeins að fá meira kommersial myndbönd frá þér og ég vil fá þig upp líka, sko. Já, það er bara svo, já. Þannig að, sko, það eru tvær raddir, sko, það er fullt af fólk sem en ekki mig og öfugt, sko. Já. Og en ég er náttúrulega svo sem hefur verið að vitna í rásuna þína og vinnuna þína, sko. Já. Og ég er mjög þakkláttur að þú sagðir að ég mætti nota það eftir hentuleikum, sko. Já, alveg eins og þið sýnist. Og mér er alveg sama á hvaða hátt, sko, þú mátt líka rífa það í tætlur, sko. Já, það sem að þú ert að setja fram er nokkuð solid, sko. Já, ég líka með í huga eins og tökum Germanwings, að því við erum ekki sammála hvað var í gangi, að þú veist, ég er ekki í hörundsár með það, sko. Nei, og ekki heldur, sko, ég meina, þetta er raun bara 2 skoðanir á sama málverkinu, sko. Já, og ég til þess að eftir að tala Germanwings á ensku, mér langar að þessi skoðun mín sé til á ensku líka. Já, þú mátt líka útskýra þarna gufustrókan út á endanum á vangjónu sem ég deildi á þann. Ég búin að það var bara litarefni. Já, einmitt, já. Og í hvaða tilgangi? Er þetta flugsýning þá? Já, til að halda þeim sem er að vakna uppteknum við eitthvað sem skiptir ekki máli. En hvernig útskýrir það? Ég var í Oslo með bátaviðgerðarmanni sem ég var að vinna hjá í fyrra. Við lítum upp í himinin, báðir svona svolítið samsæringakallar. Þá kemur flugvél, svo kveikjur hún á spreyjurunum og það bara kemur svona þykkur strókur, svo flýgur hún svona í 10-15 mínútur og þar slekkur hún aftur á. Það var bara GPS sem að setur inn og tekur út spreyið. Hvernig, sko, að því að þetta er útskýrt sem einhverjir vatnskristallar sem eitthvað myndast við flugi og þetta sé allt saman eðlilegt, en hvernig útskýrur það kviknar allt í ná og svo slöknar það því svo, og þetta hef ég séð víðar, sko. Já og nei, þú veist, ég er ekkert með eina solid kenningu hvað þetta er, sko. Ég reyndar, sko, nei, ég reyndar það er það sem ég fíla við því og þú setur bara út skoðanaðina, sko, og ég er ekki sammála en samt reiði þetta við mér að þetta er hugsanlega bara sápa, eða þú veist, skilur eitthvað bara til þess að draga athyglinna frá einhver öðru, sko. Já, hvað ertu ekki að gera meðan þú ert að glápa upp í loftið? Já, þetta gæti hugsanlega verið einhvers konar hoax, en þá þarftu að dismissa fólk sem hefur verið að mæla þetta og fundið aluminium og barójum og... Það er mjög auðvelt að debunka það. Þeir getur verið sél, sko, ég áttam á því. Já, sko, við verðum átt okkur á, þetta er sama mynstur með Fukushima, sem að ég debunkaði fyrir þetta. Já, það er ein kenningi sem er skotelt hjá þau líka, að þetta séu tunnur sem er að losna upp. Já, þetta er nákvæmlega sama pæling. Þú ferð og mælir eitthvað, segir bara þú ferð, og sko þegar ég er að tala chemtrails, ég get að lofa reyna, hvert einasta skipti sem ég hugsa þetta, þá man ég eftir myndinu og garðinum þínu.
Þú sýndir þú sýndir einhvern tímann mynd af einhverjum skrýtnum kóngulóarvef eða einhverjum... Já, einmitt, já. Þeir hafa líka verið að dreifa því, þessu einkennilega plastfíburum, sko. En þetta getur verið eins konar placebo-effekt nefnilega og reverse placebo. Sko, þetta alveg eins og með Cedron-kollætirinn. Þeir eru búin að setja upp risastóra hátalarasegul í jörðina og þeir eru búin að segja við sjálfa sig, við erum að mæla particles sem eru minni heldur en það minnsta í atómunum og við mælum einhver frávik, svo hleypur straumadraslið og af því að einhvers staðar í einhverju víraflækjunni er ein kónguló, þá færum við frávik alltaf á sama stað og já, þetta mælist, sko, kvarkarnir eru þarna, sko, halleluja, amen, alla batteri, sko. Þú getur verið að mæla eitthvað, sko, sem ekkert frá því sem þú heldur úr sér að mæla, en samt til staðar, en þú ert ekki að horfa á hennar raunverulegu ástæðu. Þessum ég alltaf að benda á acid rain. Já, ég með á því að sko, ég sammála kenninguðin Fukushima, þetta sé cover fyrir tunnur sem að leysast upp. Og þú veist að núna fekk japanska þingið þingið samþykkt í síðustu viku að afnema bann japanska hersins að operera á alþjóðavettvangi. Var það bara núna að gerast núna bara? Já, bara í síðustu viku. Já, ok, það sé ekki. Hvar sástu það? Það var einhverjum fjölmiðli sem það rann í gegnum huga minn. Ég held ég nú deilt því á vegnum mínum, sko. Ok. Það ekki stóra fréttir. Nei, þetta eru stóra fréttir og það búin að vera svolítil uppbygginga á hernaðarmætti Japana en það smá blekkingarna sem að fólk ekki átt að sjá sem að var bara, ég rakst á einhvern fyrirlestur sem einhver myndist á að japanska stjórnarskráin leyfir 1% af GDP í hernaðaruppbyggingu. Já, þeir eru búin að aflétta öllum hömlum á hernum. Hann getur bara gert það sem hann sýnist. Ég held að þetta 1% sé ennþá, það stjórnarskrá, sko. En hann sem hann benti á, hann sagði, sko, líttu á hvað GDP í Japan var fyrir 10 árum og líttu á hvað það í dag. Vegna þess að þeir eyða öllu þessu 1%. Já. En sko, í vídeóinu þegar ég var að tala Ísrael eða þessa viðskipta sniðgöngu, þá var ég fjallaði að líka í myndbandinu hinn stóru öfl, að þetta sem við köllum bilderborgarar eða New World Order eða hvað við vilt kalla, við getum kallað líka á gettóistar. Þess vegna, það fínt. Þetta fólk, þetta sama liðið og byggði gettóin í Þýskalandi og ég reyndar hefði gaman að heyra í revisionistum gettóin. Voru þau raunveruleg, hvers vegna voru þau sett upp, hver var tilgangur, hvað var í gangi í gettóin? Ég þarf bara að gera vídeó þetta. Já. Þá getur þú byrjað að horfa á myndbandi mitt hinn stóru öfl, það fjallaði þetta. Þetta tekur bara 2 sekundingar að dýbaka gettóin, sko. Gettóin voru byggð upp af gyðingum sjálfum, þeim sjálfum til varnar. Vegna þess að fræðimenn gyðinga vita hversu stjörf góimin eru. Þetta ekki mynd af neinu rasismu. Og þetta fattaði ég bara þegar ég skrifaði einum eða 2 rabbinum í vor. Ég fattaði það hvernig þeir svöruðu að þegar ég fór aðeins svona í það, þeir vita að ég veit ekki neitt. Og þá ég við að sko, þessi menn eru, sko, ég horfði til hans á eitt vídeo þar sem hann verið að fara í gegnum fermingaveislu. Og það var bara einhver 11-12 ára strákur, sko, og það var einhver svona heavy duty kanónurabbini, sko, sem gaf honum heilla orðin, sko. Talaði fyrir hann og ég horfði á ég hlustaði á hann og ég horfði á alla sem voru í salnum og ég sá alla kinka kolli og allir voru að hugsa það sem hann sagði og ég sá svitnum á fólki því að þegar þú hefur verið í sértrúarsöfnu sem mikil áhersla lögð á þekkingu þá lærir að þekkja þegar fólk að kinka kolli af kurteisi eða með svona svipreiði og hreyfingar af því það að hugsa það sem sagt. Og ég sá þetta alveg niður í þessa unglinga sem voru þarna, þau voru alveg sko hausinn á þeim að snar þjálfaður í að grípa mjög erfið, esoterísk og abstrakt hugtök og nota þau sko.
Þetta þú veist, ég var að horfa á 12-13 ára strák sem hefði getað rúllað upp heimspekingi, sko útlærðum heimspekingi í debate, sko. Var það hjá gyðingum þá? Já, þetta var í New York, sko. Og þetta hlutur, sko, þegar við erum að tala menntun, sko, við erum að horfa á það að góiminn, bara, þú veist, hinn óumskurður, það það sem góim þýðir. Ég veit að Tim Howe með aðra skoðun á því. En við hinn fólkið á þjóðunum, við höfum ekki þessa þjálfun. Gettón ekkert annað en, sko, múrveggur til þess að vernda það sem þau eru að gera. Spurningin hvað eru þau að gera? Samsæringar alltaf, já, þeir eru bara að hugsa peninga og græða peninga og snýst alltaf peninga. Þetta fólk hefur engan áhuga á peninga. Nei, en þessir gettóistar hafa svolítið snáka eðli að þeir fara ábúrslega illa með annað fólk og fara náttúrulega illa með sitt eigin fólk. Allt fólk fyrir illa með fólk. Allt fólk randir, allt fólk greitt. Það bara þannig. Það bara þannig. Við tek bara Donald Trump á þetta. Já. Svona mín. En það mjög athyglisvert pæl, sko, að gettóin hafi verið í raun sviðsetning, sko. En svo veistu að Holocaust brennifórn í gyðingatrúnni. Já, er ég ekki búinn að fjalla eins og svolítið það? Jú, þá sá punktur kemur frá þér í orðabóka skýrgreininguna á Holocaust. Já, veist, mér finnst þetta heillandi ekki bara sem Holocaust, eða heldur maður með öll genocide, allar mannfórnir eru til þess að kaupa eitthvað. Já, eða magna eitthvað. Já, eða stabilisera eitthvað, eins og stöðfesting Jesú við brennifórn. Og það minnir mig að því ég hlusta á einhver Þórdís í gær, það var eitthvað einn punktur sem þú komst með sem ég fannst bara vera svona kristaltær snilld. Og það passar við sumt sem mjög vel við sumt sem ég búinn að vera að vinna með í sumar, að allar mýtur eru allegóriur, eða, já, bara tákrænar. Stöðfestingin tákræn, ofsóknir gegn kristnumönnum í Róm næstu 2 aldir, tákrænt aftur. Það getur víst að einn einasti maður hafi verið sendur fyrir ljónin, en tákræna merkingin, þú veist, að menn nota eitthvað svona sögur til þess að kenna eitthvað. Ég að verða sífellt meira heillaður af þessu. Ég í dag lít á allt sem var að gerast eftir á tíma Móse og Jósúa sem kom á eftir honum, sem bara í tákrænni merkingu og ekkert annað. Já. En það líka, sko, reyndar heilags andapælingin töluvert dýpri, sko. Og þar hefur maður fá að tala við, af því að það svo fáir sem að upplifa það, sko. Já, farið í gegnum þann prósess, sko. Já, ég þekki það. Ég áttur að fjalla það betur, sko. Já, það líka fylli fyrir pælingu þar. Það getur verið, sko, en hins vegar sko þegar að Jesú að tala við lærisveinin og segja nú ég að fara, sko. Og þá fá þeir svona panik, nei, come on, þú getur ekki verið að fara, við þurfum að halda, sko. Og þá segir hann það betra fyrir ykkur að ég fari og þá get ég sendt ykkur hjálparan, heilagan anda, sko. Já. Og þetta nefnilega alveg ótrúlegt dýpt í þessu og þetta að reyna að krypta þannig að enginn eigi möguleika á því að skilja þetta. Að því að sko lækningamáttur heilags anda og tungutalsins, að því ég get bara vitnað á eigin skinni, ótrúlega magnaður. Og þá ég ekkert endilega að segja að menn get ekki náð sömu árangri í því að stunda jóga eða hugleiðslu eða eitthvað slíkt. Ég ekki að segja það, sko. Ég ekki að segja að þú komist ekki á toppinn á fjallinu, að það sé bara hægt að fara á norðurhliðina upp, sko. Þú getur farið suður eða vestur eða austurhliðina, sko. Og endar á sama fjalli, sko. En ég þekki heilagsanda-projektið og í raun það sem Jesú líka að segja að sko hjálparinn og leiðbeinandinn þá heilagur andi sem býr í okkur. Má ég koma á einn punkt þetta? Að ég veit alveg að ég skilði þig algjörlega. Okay. Ég held að ég gera það, sko. Skál.
Ég voru vitni að því að aðili varð fyrir óþægilegum upplifunum úr kukli. Það sem hann sannfærðist það væru óhreinir andar að sækja á honum. Og eftir því sem hann fattaði það betur þá jókst það. Og það hætti ekki fyrir hann fór í ákveðna leið. Hann fór að gera ákveðna praktiseringar til þess að koma sér út úr aðstæðum, þessum innri aðstæðum sem andleg upplifun er. Og síðan fer hann þessi leið og lærir nýja hluti. Þegar hann svo kláraði þann pakka, þá fattaði hann að óhreinni andinn var í rauninni góður andi sem vildi bara að hann lærði eitthvað. Og þetta var eina leið til þess að fá hann til að læra eitthvað. Og þarna er ég að hafa líka í huga heilræði Páls postula, eða Sál, eins og hann hét, upprunalega á aramísku, að hann segir þú ert að reyna andan. En fólk í okkar tvívíða gaumveruleika, kannski með hebreana líka, hvernig ætlar að reyna andan? Það er ekki endilega eitthvað svona, já, uppskrift bara hérna, ég ætla að gera það núna með eitthvað svona seremoníu. Það getur tekið tím, það getur tekið áratugi að reyna andan. Hvað stendur andinn fyrir? Hver er ávöxturinn að tréna hjá hann? Þannig þá erum við komnir inn á einstig, sko, hver er farvegurinn? Þú veist aldrei, sko, meðan Satan er ljósengil og meðan ljósengilir sem fylgja honum, þá veist þú ekki hvaða ljósengil Sál eða Páll sá á veginu til Damaskus. Vegna þess að engillinn sagði aldrei ég er Jesú, eða ég er Jósúa Maríus. Hann sagði bara Sál, Sál, hversum ofsættir mig? Já, nákvæmlega. Og það er alveg eins þetta með chemtrails, sko, eða heteronkollæturinn í CERN. Ég var einmitt að deila vídeo, ég hlusta oft á fyrirlestra hjá honum Lawrence Krauss sem er svona skemmtilegur aþeista vísindamaður. Hann er svona háprestur, hann er svona biskup í theoretical physics trúni, sem að heldur hún sé ekki trú. Þú veist, þessi gaurar, þeir elska það að vitna í, þú veist, ljósaði og svona. Veitu, hver hefur mælt ljósað? Þú getur ekki mælt ljósað, það er ekki hægt. Bara sem dæmi, sko. Já, reyndar eru gaurarnir sem að mæla ljóshraða. Af því að ljóshraði er ekki fasti, hann er hann breytilegur. Það var gaur sem að fór og spurði þá, hvernig díliði við breytilegan ljóshraða? Nei, við kalibrerum græjurnar bara. Ekki hægt. Þetta er sjálfsblekking. Já, það getur verið, sko. Ég er ekkert... Mjög auðvelt að sýna fram á það. Sestu ofan á geimflug, látt hann að fljúa lárétt bara, svona 50.000 kilometra, sestu ofan á hana og mældu hraðan á henni með sexkanti. Nei, þú veist, sest, eins og notið á skútunum í það, þegar voru að horfa á stóðljósið, þú veist. Þetta er, sko, meðan þú getur talað þú veist, þessi menn vita oft ekki sjálfir að þeir eru blekktir. Þeir eru búin að kaupa trúna. Já, þú veist að pælingin í þessum Flat Earth Society er að það er til mæling sem eru framkvæmd sem að mælir sem sagt ljós eitthvað hraða sem að mælist af einhverjum mælitakim fram og til hliðar. Sem að ég er ekki alveg með þetta í detail, en það þýðir sko ef að jörðin er á þessar hreyfingu sem sagt er, þá ættir að fá bjögun á hliðarmælingunum sko. Það eru tveir punktar sem kom í hugan, ég kannski gleyma þeirra, en annar þeirra er kannski áþreifanlegri. Það er Isaac Newton. Hann var að pæla mikið í þyngdarlögmálinu. Já. Og ég man ekki hvort hann fór að búa til kalkúlustærðfræðina til þess að skoða gang himintunglana eða reikna gravity, ég man ekki hvort það var. Held að það væri fyrir himintunglinu. En hann var að pæla í þessu mjög lengi, hvað er gravity og get ég mælt það, get ég á einhvern hátt lýst því. Stærðfræði ekkert annað en tungumál. Síðan, hvað gerir hann? Hann finnur út aðferð til að lýsa gravity með tungumáli, þyngdarafli. En hann fann ekki upp þyngdarlögmálið. Hann fann ekki þyngdarlögmálið sjálft. Þyngdarlögmálið hefur alltaf verið þarna.
eina sem hann gerði var að lýsa því, en síðan að Isaac Newton var til, þá hefur engin annar geta lýst gravity. Nei. Og punkturinn er, fellin í öllum mystískum vísindum þegar þau að ganga út frá því að einhver sem lýst einhverju hafi sannað það og þau ekki að reyna að afsanna. Raunveruleg vísindi, hann benti á þetta í bókinni sinni A Man's Search for Meaning, hann Viktor Frankl. Hann sagði vísindin, raunveruleg vísindi ganga út á það að afsanna kenninguna. En því meira sem hún ferði inn í theoretical physics, og bara flest vísindi í dag, menn eru sífellt að ganga út frá því að kenningina sé sönnuð af því einhverju við lýst henni, á trúverðugan hátt, og þeir eru meira eða minna að leita að atriðum sem sanna kenninguna. Já, þessi vísindatrú bara going down in flames sem bara ein stór lygi. Og ég sagði nú á Facebookinni hjá mér að ef þú skilur hljóðbylgjur þá skilurðu ljós eða eitthvað neður svona og ef þú skilur hvernig leðurblökur sjá þá skilurðu sjón þína Já, þetta eru svona áhugaverðar flatnesku tilgátur. Ég held að já, ég mikið að pæla í ljósblekkingunni Já, og þú ert að pæla mikið í sálinni og ég er mjög hrifinn af því. Nú finnst mér það líka hrifinn af því að það ögrar mér svolítið. En ég tek allir svona ögrun fagnandi vegna þess að hún fær mig til að skerpa minn eigin, ég bara slípa spýtunar og stundu þarf maður að fá nýjan sandpapír. Einmitt. Ég mjög sáttur við það að einhver geti sannað að sálinn sé ekki til. Ég finnst það æðislegt. Það er gott. Já. En það þýðir ekki, ég mun ekki, ég vinn úr því, Ég græði eitthvað á því. Já. Kannski taki aðeins frá kommentum sem okkur borist að einn hlustandi, hann kom reyndar upp á Facebookinu, hann sagði að myndband sem ég byrta keimtrail að það sé fuel dump, þeir sé að dumpa fueli. Já, veit ekki meira ég sá það komment. Já, og Ragnar, hann segir hann að velta fyrir sig hvort að Hiroshima og Nagasaki sé tákgrænt, eða sé blekking held ég að sé að tala Svo segir Ragnar að Newton skilgreindi þyngdarlögmálið á myndarann hátt þegar hann tók epli sem var að falla sem líking. En málið að þetta blekkingaserja minn, þar sem ég er að mæla hugtaki blekking við allt sem að verður á vegi minnum, að það kemur mér á óvart hvað það passar við mikið. Já, þú þarft að gera það líka við þín eigin trú, Já, en það sér það, ég er að sitja oft fram hluti sem að ég er ekki með neitt rökstuðning eða neitt á baki, þetta er bara pæl, Já. En hins vegar... Nei, ég er að tala um að því að varst, Nei, segðu, hvað? Því að varst að tala eins og með heilagan anda og slíkt, bara ég er að pikka það, Já. Að því ég sagði við því, það er fló eða felli í þeirri pælingu. Já, en þýsisinn sem við erum eiginlega að vinna í núna er sálin, að hún sé blekking og þá eiginlega stendur þeir sem eru með gagnrýni á minn þýsis, það stendur upp á þá að sanna tilvist sálarinnar. Að minn þýsis er að hún sé blekking og sé ekki til. Og þannig að staðan á því máli, Já, ég skil það. Hins vegar tel ég mig í sama þýsis lýsi ég yfir að ég treysti mig til þess að sanna tilvist líkama og anda. Og sanna tilvist anda er með góðskap og verið góðum anda. Það eru truflanir núna. Það sem að ég veit ekki, þú ert úti.
Eru núna eða? Já, núna komst þeim. Já. Þetta er svo stórt mál. Þetta er nefnilega stórt mál og það, sko, ástæðan fyrir því að segja þetta. Mér langar nefnilega, sko, það með eiginlega flesta hluti. Við þurfum að vita ástæðana. Með nánast allt sem við erum að vinna með. Nú veit ég ekki hvort það heyrir í mér. Nú frosin mynd á skjánum. Þannig að þá hefum við. Hvað ég gefið bara í sígarettu, sjáum hvort að tölvan fíli það, hvort að tölvan þurfi ekki bara að fá smók. Jó, nú heyri ég eitthvað. Já, nú heyri ég þér, en myndin er ennþá stjörf, sko. Já, hún hefur verið að styrna allan tíma reyndar, en ég setti mig niður í ló, þannig að ég er með minni. Ég minnkaði bandvita þörfuna hjá mér helming. En það sem ég var að segja er sko að ég tel mig geta sanna tilvist líkama og anda. Já, það er feillin hjá þér. Já, ok. Vegna þess að sko, þú getur ekki sanna neitt. Leið og þú sannar eitthvað, þá býrðu til legality úr því. Og leið og þú býrð til legality úr því, þá ertu búin að ramma þig inn í sannleika. Og þú veist hver á alla sannleika. Já, en hins vegar sko, getur ekki farið svo langt að segja orð sem ég segi, það heyrir aldrei neitt sem ég segi. Já, það er að því að sko, að hljóðbylgjur og orðamyndum mín er blekking, að ef ég segi þetta þá er ég að í þversögnu sjálfa mig, að því að bara formið sem ég nota til þess að koma skilaboðanum yfir til þín, ef ég segja það sé ekki til, þá er eiginlega komin bara út í blabla. Já, við erum aftur komnir að skilningavitum og hvernig við vinnum úr þeim, bara eins og þú bettir sjálfur á, mér finnst það ekki snilda pæling hjá þér, að þegar þú sefur þá sérðu það sem þið dreymir. Nákvæmlega. Og sko, og ég hef sagt þetta, ég veit ekkert hvort þú ert græn appelsína eða ekki. Ég held bara á sérta, það er bara mín skilningavit þykjast sjá manneskju. Það getur vel verið að við séum bara energikúlur í einhverjum, bara einhvers staðar. Við vitum ekkert það. Það getur vel verið að við séum bara heilafrumur að framleiða fantasíu fyrir einhvern stærri heilafrum. Já, það getur líka verið að við séum bara örgjörfi, við séum bara software í tölvu, sko. Ég bara rithöfundur sem er að skrifa sögu, hann þarf að ímynda sér ákveðna fléttur í sögunni, hann hendir sumum þeirra. Hvað veitum við nema við séum missetna plott í stóri sögu, sko. Nema við bara höldum að við séum í alvöru heimi af því að við erum að búa til alvöru módel, en það er bara í huganum á einhverjum öðrum. Við veitum ekkert það. Já, en fyrir mér er þetta önnur umræða, sko. Fyrir mér er umræðan að orðin sem að ég er að senda þér hérna yfir þessa ísraelsku tækni sem við erum að nota, að þessi orð sem ég er að senda þér, ef ég með þessum orðum afneita tilvist minnar, tilvist uppruna hugsana í mér, og notkun minnar á umhverfi mínu eins og hljóðbylgjum, mikrofón og fleira drasli, að ef ég afneita öllu þessu. Nú dæst þú aftur. Skilaboðin. Og þetta ennþá úti. Alveg úti núna. Nú heyrði ég hálft orð. Hálft orð aftur. Ennþá úti. Þetta er pirrandi í dag. Pirrandi nettenging í dag. Núna. Ennþá úti. Aðeins var komin, nei, ekki komin. Boss? Kom eitt orð, hálft orð. Boss. Þú ert náttúrulega boss. Ég veit ekkert eins og hvort heyrist í mér, sko. Ég heyri ekkert í þér ennþá. Það er svona 30 eftir að
Nú heyrði ég eitthvað. Nei, þá úti. En þá úti. Það kannski á meðan við býðum eftir þessu. En núna félagi. Núna ertu komin inn. Já. En sko, feillin er að sko, ég dýbönkaði alla heimspeki og alla trúspeki vorið 2009, bara eins og hún leggur sig. Bara algjörlega. Þetta er mjög einfalt. Heyrist í mér? Nei, þú ert úti. Já. Já, nei, þú ert úti. Eða? Nei, þú ert úti. Nú ert úti. Nú ert... Halló, já, fór ég Ég ætla að setja mig bara í átó. Sko. Ég ætla að setja mig bara í átó aftur. Það greinilega breytir engu, sko. Nú ert úti. Og ennþá úti. Ég veit hvað er vandamálið. Við áttum ekki... Nei, ég heyri eiginlega ekki neitt, sko. Ég heyrði bara, heyri núna. Það er greinlegt hvað flæðið er að segja okkur, sko. Flæðið vill að við séum á Scandinavian Report, sko. Nei, þú dóttir nú dættur, sko. Ég held að það sniðast bara við frestum í klukkutíma og byrjum aftur. Eins og þessi sniðast. Þetta er búið að vera alveg ómögulegt bara í klukkutíma. Ekki þetta flæða í svona. Ég veit okkur, þetta eru sko, þetta eru einhverjir andar sem eru að koma í veg fyrir að ég geti opnað fyrir sannleikann. Heyrðu í mig núna? Ég heyrði þessa spurningu, já. Já. Ég veit ekki hvaða leyniþjónusta er að fikta í okkur núna. Já, þetta eru föllnu andarnir, sko. Þeir óttast að ég geti opnað augun fyrir sannleikann. Þeir hafa séð á mig. Sannleikur, það er engin sannleikur. Á hverju getið ekki, á hverju fattið það ekki? Á hverju er svona erfitt að fatta þetta? Ég skil það ekki. Mér er alveg sama, sko. Mér er alveg drullu sama hverju aðrir trúa. Já, ég veit. Ég er að slökkva hérna fór, ég er komin í Task Managerin, ég er að slökkva hérna fór. Já, þú ert náttúrulega Windows 10, sko. Lárið sem margbúna var okkur við að fyrir Windows 10, hann er öflugur að fylgjast með. Ég veit ekkert einu sinni hvort þú ert þarna, sko. Ég ætla að kveikja á þessu. Ég er nefnilega með alla glugga lokkaða, sko. Allt er svo leipsað. Allir sannleikar úti bara nú, sko. Hvað var nú þetta? Engin Axel, það er bara allt úti. Ég
Ég ætla að gera hang up